byrjaðir að taka upp. Velkomin í þetta fyrsta svona, hvað ég að kalla þetta, sippaspjall eða hvað. Þetta svona, hvað ég að kalla þetta, tilraunaverkefni hjá Karavan.is og líka okkur hérna inn í Grindavík TV. Við erum náttúrulega farin að sína leikina beint þegar það ekki beinni semst á Stöðvar Sport og auðvitað hvetur náttúrulega alla Grindvíkinga til þess að kaupa leikina og helst bara borga sig inn ef það ekki í beinni á okkar TV. En við ætlum svona fyrir leiki, við Grindavík að fara að keppa við Keflavík annað kvöld, þá svona fyrir leikina að tala við legend hjá því liði og ef við ekki segja að þú sért legend. Það eru þín orð. Það eru mín orð. En þarna bara rétt áður við komum okkar að leiknum, við vorum báðir að klára að horfa á Njarðvík Val, þarna varst að horfa á son þinn og ég ætla svona að leyfa mér að gera ráð fyrir að þú hefur haft aðeins meira gaman að því að horfa á þennan leik heldur en fyrri leik dagsins. Já, það er alveg rétt hjá þér. Já. Þetta var flottur sigur hjá mjög góður leikur hjá þeim og ég er að sjálfsögðu ánægður sjá strákinn vera að spila svona vel og vonandi heldur að þið bara áfram. Já, hann er heldur betur eins og við svona rétt kom inn á áðan en hann er heldur betur búinn að svona stíga upp og bæta við tönni og orða þannig frá þessum verið hefur. Já, hann er búinn að gera það og búinn að vera, þeir eru náttúrulega Njarðvíkingarnir ekki með breiðan hóp og þar að leiðandir hafa þeir nokkrir svona aðeins yngri verið að fá stærri hlutverk og hann er búinn að nýta það vel og bara vonandi heldur hann áfram. Hann hefur alla burði til þess. Heldur betur. Ég er svona búinn að bíða dálítið eftir að myndi springa alveg út. Ég hef alltaf haft dálítið mikla trú á honum, veit ekki hvað það er. Hann er náttúrulega kominn af góðum kynjum, náttúrulega þekki þig einu góðu og ég svo sem vissi ekki að móðurinn, hún var player líka. Já. Hún Væntanlega búinn að sjá það sem að koma fram með daginn að Jú. Það stiga hæst fjölskyldunni semst á 28 stigum meðan að við feðgarnir erum 25, þannig að... Já, átt þú líka 25? Við erum jafnir, þannig að ég er í þriðarsæti. Jú, ég náttúrulega svona kommentaði á þetta hjá henni og ég svona spurði hvort það væri nokkuð spurningu það, hvert ykkar væri grófast, þú manst nú kannski eftir því. Að ég kommentaði það er eitthvað sem að þið munið ekkert rökkraða neitt við það. Þú átt þann titil einn eða ekki? Jó, það var ekki svarið frá henni líka þá leið. Jó. Það er það. Og bara svo ég spurði þig, ertu þú ekki bara til í að taka þann titil? Bara... Jú, ég á hann hérna í fjölskyldunni. Herðu, en þá aðalatriðinu, leikurinn á morgun, Keflavík, Grindavík inn í þetta Keflavík. Ég held að kaninn okkar verði ekki með grunar það. Hann náttúrulega meiddist, bara í byrjun leiksins, eins og Danni sagði í viðtalinu eftir haukaleikinn. Og án hans má ekki gera ráð fyrir að þetta verði ansi þungur róður fyrir Grindavík. Hvað heldur þú svona fyrirfram? Jó, ég myndi halda það, allavega Keflavík, byrjunni á Keflavík það er enga mikinn hlekk að finna og hrikalega sterkir inn í teik og rosalega bara skipulagið hjá þeim er alveg, það vita allir sitt hlutverk og þeir nýta svo rosalega styrkin hjá Milka og Dín. Já. Býr til þetta allt hjá þeim og ef ekki hann þá er það Valur Orri og Og Hössi náttúrulega bara frábær náttúrulega, þannig að... Það var frábær, en Valur Orri er náttúrulega líka búinn að vera að spila virkilega vel og hann í raun og veru klárar hennar Njarðvíkurleik svona þegar Njarðvík er búinn að gera sér líklega að koma sér svona ótrúlega inn í leikinn aftur þá klára Valur með 2 þristum og svo finnst mér Kaninn í Keflavík bara frábær leikmaður. Hann spilar hörku vörn, hann hann tekur ekki neitt frá neinum og fín skytta, bara svona gerir sitt lítið á hverju og ég held að það væri nefnilega ekki gott að vera með leikmann í stöðu sem væri að reyna mikið upp á eigin stíl. Þetta er alveg bara perfect byrjunarlið. En svona fyrir hann Keflavík í þessum leik þá kom ekkert framlag af bekknum. Er það ekkert eitthvað sem að þeir þurfa að hafa kannski einhver áhyggjur af svona þegar fram í sækir?
Hvað heldur með það? Þeir þurfa áhyggjur af því svona þegar að koma leikir að ef þeir lendi í einhverjum meiðslum eða einhverjum miklum villuvandræðum, en þeir geta náttúrulega sóknarlega geta fengið framlaga bekknum frá allavega Gústa. Hann getur komið inn Já, Gústi þetta, já. Og náttúrulega Reggie, ég held að Reggie sem búinn að vera eitthvað aðeins meiddur og hann lítið búinn að vera með undanfarið, en hann var náttúrulega eftir að hjálpa þeim á báðum endum vallarins að hann þarf að koma sterkur inn en svo þeir eru náttúrulega ekki með, til að skipta við stóru strákana hjá þeim, þá var það í raun og veru Þröstur sem hefur verið að koma í nokkra mínútur, hann er búinn að vera hættur og ég veit ekki hver staðan honum en hann getur leyst nokkra mínútur og svo Almar byrjaður aftur, stór strákur, þannig að ég veit ekki hversu mikið hann mun hjálpa. Þannig að ég held þetta verði, ef að Kaninn er ekki með Grindavík, þá held ég að þeir eigi ekki róðið á, en þeir gætu, eins og ég segi, með fullskipa lið, gætu Grindvíkingarnir allavega gert þetta að hörkuleik. Segðu mér annað, leikurinn semst að móti, hjá þetta Keflavík á móti Njarðvík á, föstudaginn, þú hefur væntanlega horft á þann leik. Já. En hvað, með hvorum heldur maður, ef að sonurinn er í öðru liðinu en þú ert Keflvíkingur, svona fyrst og síðast eða ekki? Hvort lið skuttur þú? Ég er náttúrulega Keflvíkingur og verð það alltaf, en auðvitað stend ég með syni mínum. Það er bara ekki séns að maður vonist eftir að hann tapi. Þannig að þú í raun segast hélst með Njarðvík í þeim leik? Við getum sagt að ég gat alveg sofnað kvöldi saman hverju. Já, þetta var svona win-win staða eiginlega sem þú varst í. Það má segja það. Já. Hvað með mótið bara til þessa? Er ekki bara búið að vera svolítið gaman að þessu? Er þetta ekki bara ótrúlega opið og einhvern veginn skemmtilegt mót? Jó, mér finnst það. Ég er nú búinn að sjá svolítið mikið að leikjum af þessum. Það er náttúrulega verið að sýna mest allt og en það er náttúrulega svolítið skrítið. Man er eiginlega svona búinn að sætta sig bara við að það er ekki áhorfendur og það er ekki stemming í húsunum. Man er bara svona að horfa á þetta þannig að það skiptir ekki neinu máli og en samt, man hefur séð nokkra hörkuleiki og það eru eins og Njarðvíkurleikurinn á Króknum sem endar hann á bussernum frá Loga og svo kvennaleikur í gær í Borgarnesi, ég sá seinni hálfleikinn á honum og það var einmitt sama. Okay. Það er alveg bara á síðustu sekúndunni og ég er að tala um það var bara búinn tíminn þegar við varum búin að tryggja þeim sigur. Já. Þannig að það er búið að vera fjör í þessu en við vonum nú að svona þegar líður að sumrinu og svona undir lok deildakeppni og úrslitakeppni þá skulum við vona að veri farið að hleypa áhorfendum. Að staðan verður bara orðin það góð. Auðvitað vonum við það. En með svona, er ekki ansi mörg lið sem að raun bara telja sig geta gert bara tilkall til þess að vinna þennan titil. Íringarnir komnir rosalega sterkir. Ég sé samt svona, mér finnst Keflavík vera með yfirbura sterkasta fimmannaliðið. Mér finnst þeir bara, það er enginn ennþá sem hefur sýnt að geti stoppað Milka og svo eru þeir bara með svo miklu meira en hann. Það getur komið í veg fyrir það að þeir verði eitt af tveimur liðunum sem munu berjast titilin. Svona að ég segja á þessum tímapunkti, það er að bara breiddin muni skemma fyrir þeir. Já. Svo finnst mér Stjarnan, þeir eru eftir að bæta þessi kanna. Valur eftir að bæta þessi kanna. Valur eftir að bæta þessi kanna og þetta eru náttúrulega tvö lið með alveg hörkugóð lið og þeir fá stólarnir. Ef þeir fá rétta pústið inn. Já. Ég er svona eins og ég segi, þó að Valsararnir séu búin að vera valda miklu vonbrigðum núna, þá held ég að þegar þeir verið heppnir með kanna, þá nákvæmlega. Líka eitt af þessum. Búp. Svo finnst mér vera nokkur sem get orðið líka með í baráttunni. Og þá bara eftir að koma að lífið svolítið meirinn á vetur. Það var netið næstu dottið út í okkur, ég veit ekki hvort það var að þér eða mér. Þetta er bara veruleikinn á bara COVID-tímum, það hefði verið gaman að kíkja á þig. Þannig að
Ef ekki bara segja þetta gott í bili. Við horfum væntanlega báðir á leikinn á morgun. Öskrum báðir áfram Grindavík. Þú náttúrulega þjálfar hérna einu sinni, þannig að þú ert með dálítið gult blóð í æðum. Nei, ég segi svona. Herru, gaman að hitta á þig og áfram United allavega. Herru, 8 ár og ennþá verið að telja síðan þið unnuð. Gaman að sjá þig. Bye.